Að setja á svið frumsamið verk meira en að segja það. Það sem áhorfandi sér á sviði afrakstur gríðarlegrar vinnu og undirbúnings. Nemendur í menntaskólanum á Egilsstöðum undir leiðsögn leikstjórans Ísgerðar Gunnarsdóttur létu það þó ekki stoppa sig. Til að fá innsýn í þetta ferli heyrðum við hljóðið í stjórn leikfélagsins nokkrum dögum fyrir frumsýningu. Við byrjum mjög snemma í undirbúningnum. Við byrjum eiginlega bara í byrjun skólaársins. Byrjun skólaárs, held ég. Finna leikstjóra, finna verk sem var mjög erfitt. Mjög krafjandi. Já. En síðan ákveðum við á endanum að skrifa brokkaði verk með leikstjóranum sem kom svona vel út. Segðu hérna bara frá því, hvernig gekk það? Þið voru að fá handrit frá leikstjóranum og svo máttu þið breyta því. Hvernig leið ykkur með það? Það var mjög skemmtilegt. Mjög gaman. Sko, fyrst vorum við svolítið stressaðar. Og svona, skrifa greiði verk, ok, við höfum 6 vikur. Já, það var svolítið svona mikið á einum tímapunkti en við treystum Ísgerði alveg fyrir þessu. Já, við treystum Ísgerði og þetta öðruvísi, gaman, krefjandi og þetta kom mjög vel út, þannig að mjög gaman að fá setja svona sitt eigin svip á þetta. Já. Hvað var það svona helst sem ykkur langaði til þess að segja með verkinu? Sko, kannski aðalega bara hvernig það að vera unglingur í dag og breyttir tímar. Já, það eru breyttir tímar og bara það kannski er ekkert allir sem að vita sem að horfa á kannski unglinga í dag endilega eins og þeir eru. Nei. Ég man á mínum tíma þegar ég var í menntaskóla þá vorum við krakkarnir alltaf eitthvað að laumast inn á vistina þótt að Heyrðu, mamma, ég þarf bara að fara yfir bókalistan fyrir þessa spönnu og eitthvað alls konar. Ég ætla bara að fara inn til mín. Já, ekkert mál, elskar mín, en ekki hanga bara í símanum. Við tekkum að skjátímanum í kvöld. Þú veist það ekki gott fyrir að vera bara alltaf í þessum símanum. Ofan alltaf þetta í raun krakkar að vilja fá 4 ára kerfið aftur. En inn í því náttúrulega bara fullt af drama, ástardrama í tengslu bara við eins og sjúka ást og bara krakkar sem eru hinsegin bara og fullt af einhverju svona bara sem skiptir máli líka koma fram og Við tökum aðeins þessa karaktera. Hvaða karakter leikur þú í sýningunni? Ég leik Jónas og hann er svona ekki duglegur að mæta í skólan og nennir ekki mikið að læra og svona og hann er góður en hann lítur ekki út fyrir að vera góður en hann er góður. Já, djók, ég er búin að gleyma að vera á sama gangi. Já, þetta er kakinn. Vá, flottur. Allt í góðu. Þú ert nú ekki svo fyrsta til að fatta fyrir mér. Ég leik mömmu einnar af aðalpersónunum, svona gangaverðinn í skólanum, stelpu 4 og Heru sem er svona geðveikt pepp í skólan, bara elskar að læra, elskar að meina allt og já, þetta hefði verið mikið búningaskipting á mér. Ég er Anna, hún er nýja stelpan í skólanum og hún svona, það er hún sem svona sér fyrir sig bara að þetta er ekki að virka þetta kerfi og veist, hún vildi ekki flytja ángað og það er bara svolítið svona kegja sjá henni en síðan finnur hún sig þarna og það er bara allt góð. Það skiptir svo sem ekki miklu máli, hann er ekki mín típa. Þær segja þannig margar en skipta síðan skoðun. Nei, ég meina ekki þannig, ég meina ég er líklegri til að falla fyrir sömu mannesku og típa og hann gerir heldur en honum sjálfum. Já, ok. Eða ekki mér samt, eða nei, ég meina ef hann er að reyna um mig, fattur.
ég er ekki að segja ég sé eitthvað sjálfkynhneigð. Og þú ert svona, þitt hlutverk að gera allt annað en leika. Þú segir okkur aðeins, hvað ert þú að gera í sýningunni? Hún bara að redda öllu og... Bara að redda öllu, út allan bæ, hringja símtöl. Andlegur stuðningur. Kaupa, panta, vera, anda, lifa. Sem leikari þá leik ég Bjarka. Hann er rosalegur gaur, svolítið perri. En sem formaður þá bara svona, kannski haldið þetta hópinn. Vera best. Það eru margir karakterar í þessu og þeir eru að endurspegla stöðuna eins og hann og það er svona jöfn kynjaskipting en það er ekkert mjög jöfn kynjaskipting í leikhópnum. Það eru 14 stelpur og 2 strákar í hópnum og það er svona, strákarnir eru að leika stelpur eða svona að hluta til og stelpurnar mjög mikið að leika stráka og en það virkar bara fínt. Strákarnir eru að leika svona mjög ýktar kvenpersónir einhvern veginn, þannig að þetta kemur mjög skrautlega út og mjög skemmtilega líka. Og alveg saman með stelpurnar bara leika mjög ýkta svona stráka, svona mjög mikla gaura og það er bara geðslega fyndið og skemmtilegt. Þetta verkefni, það gefur manni svo margt. Það gefur manni bæði þessa ótrúlega sýningu og tækifæri, minningar, vini. Hvað hafið þið lært á þessu öllu saman? Það er að nota svona listina til að koma framfæri svona alls konar hlutum eins og svona gagnrýna á samfélagið svona á þann hátt. Og líka meiri líkur á að fólk hlusti á mann ef maður kemur sér fram í svona skemmtilegan hátt. Já.